upplifum eitt og annað sem að Nói upplifði. Hann predikaði 120 ár og þá voru aðeins 8 sálir, hans eigin fjölskylda, sem gekk borð. Svo segir Kristur löngu seinna, eins og það var á dögum Nóa, þannig verður það á dögum mannssonarins þegar hann kemur aftur. Við erum ekki mörg, en hann sagði líka, þegar segir Kristur, hvar sem 2 eða 3 eru samankomnir í mínu nafni, þar ég mitt á meðal. Amen. Og það í þessu trausti á hann og lofar hans að við höldum bara áfram að boða og fræða og meðan einhver vil fræðast og hlusta. En hvernig óskopunum stendur á því að fólk almennt sem játar kristna trú hefur ekki hugmynd ástand hinna dánu. En við jarðarfarir, þegar ástvinir okkar eru bornir til grafar, að þá voru alls konar yfirlýsingar og fullyrðingar eða gefna til þess að uppörva syrgjendur. Stundum, það kynum vel eftir því sem ég segi, stundum, já, jafnvel nokkuð oft, að þá eru það kennimenn, prestar, sem oft og einatt hreinlega skrökva af fólkinu, kannski ekki skrökva af því að þeir veit ekki betur sjálf. En með Biblíuna, orð Guðs í höndunum, akkur geta þeir ekki frelst. Því að Biblían hefur dauðan og dána, ástandina dánu, svo mikið að segja að það alveg stór furðulegt að almenningur, hinn kristni almenningur, viti ekki meira dauðan og hina dánu. Og hvers eigum við að vænta þá? Þegar að okkar tími kemur til að verja þetta líf. Ef það býður okkar að sofna þess að Biblían kalla það, áður Kristi kemur að sækja fólki sitt. Við ætlum að skoða þetta nánar í dag og fræðast það sem að sjálfur Drottinn hefur að segja okkur. Þið þurfum ekki að taka mark á Steinþóri eða öðrum prestum og prédikurum, nema því aðeins að það sem að þeir boða, ég þar með talinn, komi heim og saman við orð ritningarinnar. Erum við tilbúin að takast á við sannleikann eins og hann gefin okkur í orði Guðs. Eitt sinn þá Jesús var sem sagt að undirbúa lærisveinana, hann var að fara frá þeim. Og Jesús segir við Tómas, það var sá sem að efaðist, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurs nema fyrir mig. Erum við ekki strax komin á rétta braut að forvitnast við, hver þá vegurinn? Hvernig komumst við fram fyrir föðurinn á himnum? Því að ef að við ekki röttum rétta leið til föðurins á himnum, þá erum við glada manneski að eilífu. Er þetta ekki nógu skýrt? Þetta eru valkostirnir, að vita þau rétta eða ekki. Og það er aðeins þegar við kynnum sannleikanum eins og hann í Jesú Kristi að við getum átt möguleika á eilífa lífinu. Það er svo mikil sorg í þessum heimi. Við höfum öll mist ástvini, er það ekki? Þvílíkur nístandi sársauki, oft og einatt, þegar ástvinir okkar eru teknir frá okkur í dauðanum. Og viðkomandi ástvinur liggur þarna lífvana, kaldur líkaminn. Persónan er horfin. Hvað varð hana? Spyrja margir. Og af því að við höfum ekki kynnst mörg okkar sannleikanum, eins og Kristur boðar okkur sannleikan dauðan og hina dánu, að þá nístir þetta fyrirbæri sem dauðin okkur inn í merg og bein. Þegar við höfum enga ástæðu til þess að syrgja eins og aðrir syrgja í vonleysi. Og hvað svo? Spyrja margir, því að þeir vita það kemur að þeim líka fyrr eða síðar. Jesús segir í Opinberuna bókinni, 1. kaflanum, það er 18. versi, ég dó, en sjá lifandi ég aldir alda og ég hefi lykla dauðans og heljar. Elsku vinir, það hlýtur að vera mikilvægt fyrir okkur að kynnast því hvað Jesús hefur að segja okkur dauðan og hina dánu.
því að annars erum við fáfróð og vitum ekkert þetta fyrirbæri sem dauðinn En mætti Guð hjálpa okkur til þess að meðtaka orði, sannleika, eins og þá opinberast í Biblíunni sem orð Guðs. Í öðrum kafla í opinberunarbókinni og 11. versi segir hver sem eyra hefur, þetta Jesús sem að tala. Hann heyri hvað andinn, þetta heilagur andi, segir söfnuðunum. Þeim sigrað mun sá annar dauði ekki granda. Býtum við. Annar dauði, býður það manna að deyja tvisvar? Ég fór að fullyrða, bara af langri ævi að fræða fólk, að það sára lítill fjöldi á meðal kristina sem gera sig grein fyrir því að Biblían talar hinn annan dauða. Bara til að stytta okkur svona leiðina af þessu fyrirbæri sem kallast annar dauði, hinn annar dauði, því ég ætla að fræða ykkur það seinna í þessum erindaflokki. Það fer að koma að því ári mjög langt til líður. Að hinn annar dauði sá dauði sem gerist á meðal þeirra sem glatast að eilífu. Læt hann nægja í bili. En við höldum áfram því það þessi dauði sem okkur næstur, sem býður okkar að deyja, eða við höfum hort upp á ástvöginni deyja, sem kallað hinn fyrri dauði. Og við höfum að skoða þetta betur núna. Förum í Prédikarann í 9. kaflan og þar spurningunni svarað, það sem segir hvert ástand mannsins í dauðanum. Þar segir frá 5. versi. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt. Sjáu þið? Hinir dauðu vita ekki neitt. Ég flýtti mér að segja á meðan þeir eru dánir. Því svo breytist eitthvað. En við komum með þetta smátt og smá. Hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu farið og þeir eru aldrei framar hlutir til neinu því sem viðberundi sólinni. Það að segja á meðan þeir eru í þessu ástandi. Biblían kallar þetta ástand sem dauðinn svefn og við komum betur að því. Í 10. versi í Prédikarannum í 9. kafla segir allt sem hönd þín megnar að gera með kröftu þínum, gjör þú það. Því að í dánarheimum, hérna höfum við það, í dánarheimum þangað sem þú fer, hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Þetta ekki afgerandi vinir? Þetta sannleikurinn. Eins og hann í Jesú Kristi, sem sagðist vera vegurinn til eilífs lífs, sannleikurinn, það virkið talað á orð og skrifað á orð, þess að að finna í orðið Guðs Biblíunni, og lífið, segir hann lífið, uppspretta lífsins að eilífu. Og takið eftir að hér fullir, það ásist að engin starfsemi í dánarheimum. Það engin þekking eða viska. Engin hyggindi. Hvað verður þá allar útfararæðurnar sem fluttar eru frá degi til dags ár eftir ár eftir ár, öld eftir öld í hinum kristna heimi, þar sem að prestarnir lofa því að hinn dáni nú farin að spila golf eða hún að sauma uppáhalds saumana sína, þau sem eru dáin, ekki aldeilis. Því að sjálfur drottinn segir í orði sínu, hinn dánu, sem sett á meðan fyrir dánu, þeir veit ekki neitt. Algjörlega meðvindunda lausir. Og þá auðvitað rétt að spyrja, þá ekkert líf eftir dauðan? Í fyrra Kortebréfi, í 15. kafla, svarar Páll postuli þessari spurningu. Við byrjum á 16. versinu, því að dauði rísa ekki upp, nú verða að boða uppreisur frá dauðum, en hún bara hefur ekki gerst ennþá fyrir allan þorra hinna dánum. Dauði rísa ekki upp, Kristur heldur ekki uppreisn. Hann segir þetta vegna þess að við munum aðeins rísa frá dauðum í krafti þess að Kristur lifandi, hann sem dó, en sjá, hann lifir núna og mun þess vegna reisa hinna dánu í trú á hann til eilífs lífs. Það atburður sem á eftir að gerast,
En það getur gerst að það mjög langt líður. Svo segir í 17. versi, ef Kristur ekki upprisinn, trú yðar fáni, þér þá enn í syndum yðar. Og þá einnig þeir sem sofnaðir í trú á Krist glataðir. En von vor til kristnar von vor til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá við uppkunna verðastir allra manna. Hugsið ykkur. Það hangir allt á sömu spýtunni sem við segjum á hversdagslegu máli. Það allt undir Jesú Kristi komið. Hann lífið og upprisa og eilíft líf okkur öllum til handa sem bíður, en við bara lærum að treysta honum. En við bara rétt byrjuð, nú skulum við fræðast meira. Í 15. kafla segir einnig í 20. versi, þetta fyrir Korintharbréfið, en nú Kristur upprisinn frá dauðum, sem frumgróði þeirra sem sofnaðir Hafið þið tekið eftir því að aftur og aftur í þessum textum segir að hinni dánu, þeir sofnaðir, þeir sofa. Jæja, því að þar dauðinn kom fyrir mann, kemur og upprisa dauðra fyrir mann. Því að eins og allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgæði verða fyrir samfélag sitt við Krist. Sjáu þið, við eigum allt undir Jesú Kristi komið. En þá verðum við líka að taka mark á því sem hann hefur að segja okkur dauðan og ástand hinna dánu. Förum yfir í 1. Mósebók og 2. kaflan, 7. versi, þegar Guð var að skapa og ljúka sköpuninni svo að segja. Þá segir hann í 7. versi, þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans, og þannig var maðurinn lifandi sál. Sjáu það áherslunni hérna. Þegar að þú talar lifandi sál, það eins og þá sé til dauð sál. Eða akkur þörf á að tala lifandi sál. Við komum betur að þessu í orði Guðs. Það var ekki fyrir að Guð í sköpunina, hann mótaði Adam af leiri jarðar og þarna lá líkaminn lífvana á jörðinni, eflaust. Og þá eins og skaparinn eins og krjúpi niður og blæs þessum lífsnesta í nasir Adam, og þannig var það lifandi vera. Eins og sál á frummálunum, bæði hebresku og grísku, yfirleitt alltaf notað yfir lifandi verur. En það til örfáundantekningar í Biblíunni, þar sem Biblía talar sálir sem dánar, dauðar. Við komum að því líka hér á eftir. Förum yfir í 12. kaflan í Predikarann. Guð skapaði manninn af moldu, og þegar hann deyr, verður hann aftur að moldu. Eða eins og segir í 7. versin þarna, moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hann áður var, og andinn, þessi lífsneisti, sem skaparinn blés í nasir Adam, hverfur aftur til Guðs sem gaf hann. Við fikrum okkur áfram og sjáum hvernig þessi sannleiki dána og dauðan kemur í ljós og verður æskýrari eftir því sem við lesum meira í orði Guðs. Og svo spurt, hvað verður með sálina? Þegar maðurinn deyr, mun hún ekki lifa af dauðan? Hérna erum við komin að kjarna málsins, hvað flestar mannverur sem ganga hér á jörðu, hvort eru kristnir eða ekki, að þeir velta í fyrir sér, hvað gerir svo eftir dauðan? Lifir ekki eitthvað af dauða líkamans sem heldur áfram að lifa og hrærast? Við sjáum til hérna í 4. versi, þar segir drottinn, sjá mínar eru sálirnar, allar. Sál föðuris eins og sál sonaris, mínar eru þær. Sú sálin sem syngar, hún skal deyja. Hægt að orða þetta skýrar við þig? Sálin getur dáið. Þegar að Adam var lifandi vera, var hann lifandi sál. Þegar hann dó, því að hann dó á lokum, þá hætti þessi sál að vera til. Það var ekkert
sem kom út úr líkamanum og sveif eitthvað út í himingeiminn sem heitir sál eða lífvera. Alls ekki. Sálir eru bara lifandi verur, eins og við erum eftir að sjá ennþá betur í þessari athugun okkar í dag. En sú sálin sem syngar, hún skal deyja. Nema því aðeins að Kristur komi og umbreyti okkur ef við erum lifandi þegar kemur að sækja fólki sitt. Eða ef við erum dáin þegar kemur, þá reisar hann okkur upp. Blæst lífsanda í nasir okkar og við lifum alla eilífð með honum. Þetta boðskapur í Biblíunni. Förum yfir í Sálmana 104, Sálmur 104, 29. versi. Þú byrgir auglið þitt, þá skelfast þau, mannfólkið. Þú tekur aftur anda þeirra, þetta er lífsneista, lífsanda, ekki sál, ekki eitthvað sem er til eftir dauðan, heldur krafti til að lifa. Það var það sem hann tekur aftur. Þú tekur aftur anda þeirra sem deyja, þá andast þau og hverfa aftur til moldarinnar. Þú sendir út anda þinn, þá verða þau til og þú endur nýjar ásjónu jarðar. Þetta er svo skýrt, vinir. Ég hugsa oft til unglingsáranna minna, þegar ég fékk tækifæri til þess að lesa Biblíuna af alvöru og rannsaka hvað Drottinn hefur að segja, eins og til dæmis sem þetta ekki. Það opnast alveg nýr heimur fyrir mér. Og ég þurfti ekki að vera hræddur við dauðann, ekki eftir að ég meðtók Jesú Krist inn í líf mitt. Og nú lít ég fram til þess tíma þegar Kristi kemur. Og ég þarf engar áhyggjur að hafa því að hafa dáið áður en að kemur, eða hvort að ég upplifi það að sjá að koma í dýrð himinsins. Hann vil umbreyta líkömum okkar. Þeirra sem er lifandi gefur hann nýja líkama. Eða hinum dánu, þó þau séu orðnir að moldu, hann gefur þeim nýja líkama til að lifa að eilífu. Í fyrstu, þetta er nú vitlaust þarna, þetta á að vera ekki þarna 104. kapli, ég hef misskrifað þetta. Þetta er, ef ég man rétt, þá er það kapli 35 eða 6 í fyrstu Mósebók. Þar segir í 27. versi það þegar Jakob fór til Egyptalands með allt sitt heimilisfólk til að sameinast Jósef í Egyptalandi. Þá segir, allar þær sálir sem komið með Jakob til Egyptalands og af honum voru komnar, voru 66 að tölu. Hvað margar sálir? 66. Og synir Jósef segir, sem honum höfðu fæðst í Egyptalandi, þá bætast þeir við, voru 2 að tölu. Allar þær sálir, þannig er einhverjum fleiri taldir, af ætt Jakobs komið til Egyptalands. Tækið eftir, voru 70 að tölu. Það verið að tala lifandi fólk. Ekki eitthvað sem lifir eftir dauðan, þetta var bráðlifandi fólk. Og þannig talaði sálirnar eins og lífverur, en það voru þetta lifandi manneskjur. Í Åpenbarabókinni 16. kafla, það er merkilega texta að finna. Það er verið að tala um plágurnar sem eiga eftir að koma yfir þennan heim og geta orðið hvenær sem er. Það segir frá fyrsta versi, og ég heyrði röstu mikla frá musturinni segja við englana 7, farið og hellið úr þeim 7 skálum Guðs reiði yfir jörðina. Og hinn fyrsti fór og hellti úr sinni skál á jörðina og vond og illkynnuð kaun kom á mennina sem höfðu merki dýrsins og tilboði líkneski þess. Síðan í þessu námskeið á ég eftir að tala um dýrið og líkneski þess og hversu afdrifaríkt það er og hvað sem sagt mikilvægt það er að láta ekki blekkjast af þessum fyrirbærum. En í 3. versi segir, og hinn annar engill hellt úr sinni skál í hafið og það var það blóðið svo blóðu dauða manni og sérhver lifandi sál sem í hafinu var dó. Sérhver lifandi sál dó, svo í hafinu var. Svo sálir geta dáið. Sálir, elsku vinir, í Biblíunni lifandi fólk. Og ég ætla að sýna ykkur þetta
betur eftir örfá augnablik. Segjum til dæmis kassi, bara kassi, að hann samastendur af 4 fjölum ásamt botninum og þegar naglarnir eða límið er fjarlægt, hvað verður þá kassan? Hliðarnar velta bara koll. Hvað varð kassan? Hvert fór hann? Hann hættir að vera til. Þetta fátækleg lýsing, bara mín persónulega, á því að það getur eitthvað verið sem heitir eitthvað, eins og kassi, en þegar við tökum hann í sundur, þá vantar eitthvað í hann, eins og límið eða naglana. Þá hættir kassin að vera til. Það getur verið spýtur, alveg svo þegar líkaminn deyr, það er beinagrind þarna og líkaminn, hann er gjörsamlega lífvana, steindauður. Eitthvað er horfið. Það er þessi lífsneisti sem skaparinn blés í nasir mannsins. Og sálin, hún er ekki eitthvað til utan við líkamann sem heldur áfram að lifa og hrærast og við tannlegum mun ekki vitja hinna lifandi eftir dauðan. Ég mun næst, eftir viku, tala andatrú og blekkingar illu englana. Ekki missa því vinir, því að það er ekki fyrir en þá að þið skiljið til hlítar sannleika Biblíunnar dauðan og dána. En við höldum áfram. Dauðinn er alls ekki líf í einni mynd eða annarri. Dauðinn er algjör andstæða við lífið sem sé ekkert líf. Dauðinn er algjört meðvitundaleysi. Og er það ekki betra, vinir, að vita til þess að látnir ástvinir okkar veit ekki neitt? Mér verður oft hugsað til móðurinnar sem dó einu sinni og afvegaleitur sonur hennar sem hafði alist upp í kristinni trú en fór villu vegar á unglingsárunum og fór byrja á því að gera allskyns óknytti og síðar glæpi og endaði með því að hann var handtekinn sem morðingi. Getið þið ímyndað ykkur ef að móðirin er lifandi á himni, svo predikaði hverja jarðarför, getur fylgst með syninu sem hann elskaði og ól í þennan heim, hvernig hann hagar sig, hvernig hann veldur kvöl og angist í samfélagi manna. Þetta er engin sæla að vera á himni og geta fylgst með fyrr en Kristur kemur og sækir okkur. Þá tekur hann okkur inn í himinin, alla þá sem hafa sett traust sitt á hann sem frelsara og skapara, því að hann ætlar að endurskapa okkur. Og svo er okkur lofað því, og við förum nánar út í þetta síðar í námskeiðinu, að Drottinn lofar að þurrka hvert tár af augum þeirra sem syrgja. Við munum ekki líða neina kvalir á himnum og enga angist út á afvegaleitum börnum hér á jörðu vegna þess að þá er Guð búinn að ganga þannig frá málum með þá sem eru horfnir og hinir sem ekki verða horfnir. Þeir munu deyja og ég ætla síðan meira að sýna upp hvað Biblían hefur að segja það sem kallað er hinn annar dauði. Mjög alvarlegt efni og afdrifaríkt fyrir mestan fjölda manna. Því Kristus sagði, og þið munið þetta, margir eru þeir sem fara breiða veginn fyrir glötunar. Margir, en fáir sem fara mjóa veginn til eilífs lífs. Svo Kristus sjálfur talaði að þetta verður líklega lítill minnihluti sem lætur frelsast, en valið er okkar vinir. Jóhannes í 11. kafla, Jesús var svona einhver staðar í Ísrael að boða og kenna og þá fær hann þær fréttir að Lasarus vinur hans, bróðir Maríu og Mörtu, hafi veikst alvarlega og þær biðja hann að koma sem fyrst, allra fyrst heim því þær vildu að hann læknaði bróðurinn.
Og það segir þarna í 11. versi, þetta mælti hann og sagði síðan við þá: Lasarus, vinur vor, er sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans: Herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. Er það ekki það sem við teljum yfirleitt? Ef að sjúkur getur bara sofnað og hvílst, þá er meiri líkur á að viðkomandi svona læknist af sjúkdómi sínum. Svo segir, en Jesús talar dauða hans. Þeir héldu hins vegar hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum: Lasarus er dáinn. Jesús kallaði dauðan svefn. Og þannig er alla Biblíunni, í Gamla og Nýja testamentinu, talað dauðan sem svefn. Það er í valdi, eða það er vegna Jesú Krist sem dó á Golgata krossinu, að við getum átt von eilíft líf, vegna þess að á Golgata lét Jesús lífið til þess að kaupa okkur undan bölvun syndarinnar, og við þyrftum þá ekki að greiða syndasektina sem er eilífur dauði fyrir það að brjóta gegn lögmáli Guðs. En Guð Faðirinn í kærleika sínum gaf soninn inn í þennan heim til þess að deyja og borga syndasektina fyrir mig og fyrir þig. Í Biblíunni er að finna 50 yfirlýsingar það að dauðinn sé svefn hins látna. Það er ekki allir sem vita þetta. Aftur og aftur er hamrað á því að dauðinn sé svefn. Og það þýðir að hinn dáni muni lifa aftur. En það er ekki margar kirkjurnar, trúfélögin sem boða þennan sannleika. Það er vegna þess að þeir hafa ekki lært að þekkja orð Guðs og geta því ekki haft á höndum sínum sannleikan eins og hann er í Kristi hina dánu og dauðan. Og þá er spurt, hvenær byrja hinir horfnu að lifa á ný eftir dauða? Jóhannes 6. kafli, 38. versi. Ég er stiginn niður að himni, ekki til að gera vilja minn, sagði Jesús, heldur vilja þessi sendi mig. Sjáu því, aftur og aftur lögð áherslu á að það var Faðirinn sem sendi Jesú til þess að bjarga okkur. Svo segir, en sá er vilji þess sendi mig, að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Hvað sem það er, hvenær sem það gerist, þá gerist það á efsta degi, síðasta degi, hér í mannheimi. Því sá er vilji föður míns, segir hann, að hver sem sér soninn og trúir á hann, hafi eilíft líf, og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Á efsta degi er tvívegis lögð áherslu á það hér. Svo að við erum að færa okkur upp á skafti hérna og læra meira og meira. Við erum að sjá hvað Páll postuli hafði að segja við fólk. Þegar hann ferðast úr einu landi í annað, stofnaði söfnuði og kendi fólki sannleikann, eins og það er í orðinu. En þegar að hann er svona á ferð, að þá fara að berast honum fréttir af fólki sem er að örvænta, vegna þess að sumir þeirra sem trúðu á hann höfðu dáið. Og hvað verður þá? Spurðu hinir trúuðu. Kristur er ekki kominn aftur. Hvað verður þá hinna dánu? Og hér er hann að svara því, þeirri spurningu. 13. versi.